En já, við ætlum að forvitnast skemmtilegan sveitadag sem að verða núna í uppsveitunum, Grímsnesinu og þar í kring. Núna á laugardag kemur Borg í sveit og hann á línunni hjá mér, Steinar Sigurjónsson, sæll og blessaður. Já, sæll og blessaður. Það væntanlega allt í fullum undirbúningi? Já. Fyrir komandi sveitadag? Já, það alltaf smelta hjá okkur og undirbúningur hefur gengið mjög vel bara. Já, svolítið skemmtilegt einmitt með uppsveitina það, margir duglegir að halda svona skemmtilega sveitadaga. Já, það hefur alltaf verið aukast og er bara mjög skemmtilega hefð sem er að myndast í kringum þetta. Já. Við erum að halda þetta núna í þriðja skipti í okkur. Já. Og hefur verið mjög góð aðsókn í fyrir 2 skiptin og ætlum að reyna að halda þess áfram. En það eru 2 bæir sem sagt núna sem að bjóða heim, þannig að það sé hægt að koma og fá að skoða. Já, það eru annars vegar Stóriháls hérna í Grafningnum og síðan Miðengi í Grímsnesi. Já. Sem að bjóða fólki að koma heim og skoða dýrin og sjá lömb og kindur og geitur og hesta og fleira. Og bjóða fólki að koma og sjá lífi í sveitinni. Akkurat. En svo nú ýmislegt að vera á Borg og það líka fjölmörg fyrirtæki sem að taka þátt í þessum degi. Já, það verður bæði mikið að vera í félagsheimilinu, verða nokkur fyrirtæki með kynningar þar á sinni starfsemi og verktakar í sveitinni og fleira verða með tæki til sínis á planinu. Já. Og síðan verður inn í félagsheimilinu líka kynning á nokkrum fyrirtækjum og síðan verður úlingast í Kerhólsskóla verður með kökubassar. Og síðan verður, fleira á svæðinu, verður hundasýning á grasflötunni við sundlaugina og frítt í sund. Það klikkar ekki. Nei, það er nóg að vera. En svo eru þín meinis líka á útilegumiðstöðin og skáta á Úlfsvatni. Það er náttúrulega útileguhelgi fjölskylduna framöndan, þannig að það er að kíkja þar og tjalda. Já, að gera að fara í útilegu þangað. Það verður frítt að gista á tjaldsvæðinu hjá þeim og dagskrá alla helginni á þeim. Hvernig fólk eindrið til að kíkja þangað líka. Akkurat. En svo sagði líka að það eru gólfvellir hérna í kring sem eru nú með opið hjá sig líka. Já, það eru 3 gólfvellir hérna í sveitarfélaginu sem eru allir með. Það eru Kiðjabergi og Öndverðarnesi og síðan er gólfvellir í Hraunborgum líka. Og þeir verða allir með opið hjá sig og hægt að fara þangað í gólf og góð tilbúið í gangi á þeim. En svo fyrir kannski að segja kannski tjaldsvæði þegar fólk kannski vil nýta þessa helgi að kíkja kannski svona, ekki segja fyrstu útilegu helgina. Jú. Ekki að fara þangað. Það er náttúrulega tjaldsvæði á Borg. Já, það er tjaldsvæði mjög tjaldsvæði á Borg og það verður tilbúið þar, það verður 2 nætur á verði 1 þar. Ok. Þannig að það er að nýta sér það. Síðan er náttúrulega tjaldsvæði líka bæði í Hraunborgum og á Úlfsvatni. Þetta er alveg tilvalið. Já. Það er lítið mála að kíkja í útilegu. Já, nákvæmlega. En svo nú, endar þetta nú kannski líka með því að það verður haldið tónleikar. Já, það verður með mjög flotta tónleika kvöldi. Það verður Eyþóringi, kemur með tónleikaröðina sína. Það er blanda saman tónlist og gríni og eftirhermum. Já, hann breiður sér í allra kvikmynda líki. Já. Hann gerir það vel. Og það verður skemmtilega tónleikar í félagsheimilinu kvöldið klukkan 9 og það verður forsala á tónleikana verður í félagsheimilinu yfir daginn frá 11 til 4. Ok. Þannig að það er að gera kíkja við í félagsheimilinu og tryggja sig með það. Algjörlega. Við góðri aðsókn. Og miðað verður hvað, 2.500 krónur? Já, 2.500 krónur. Sen verður náttúrulega hægt að kaupa miðað við inngangin líka. Já. Nákvæmlega, þetta er skemmtilega dagur. Já. Og pizzavagn alltaf verður á svæðinu líka. Já. Hann verður bæði frá 11 til 2, síðan þurfa þið að bregða sig frá og koma síðan aftur kvöldið og verða meðan á svæðinu meðan tónleikarnir eru og eftir þá. Þannig að það er reyna hægt að fá sér bæði hádegismat og kvöldmat. Já, það er síðan alltaf hægt að nælast líka í kjöt á grillið til dæmis á Ormstöðum, þau verður með verslunna opnið á sér. Já, ekki leiðilegt. Þannig að það ætti enginn að sverta allavega þennan dag. Nei, nákvæmlega. Og ég eiginlega bara, ég veit að það eru margir í kringum okkur, kannski sem að þekkja vel til, en þeir sem eru að hlusta okkur í höfuðborginni og í nágrenni, að gera nýta hana dag, kíkja austur, einmitt fá að skoða sveitina og nýta tækifæri og vera með okkur hérna.
Endilega, og einmitt að gera hérna fyrir þá sem að rata kannski ekki alveg vel sveitafélagið. Já. Þá erum við með viðburð á Facebook hjá okkur sem heitir Örkisveit. Já. Og þar erum við búin að setja inn kort af sveitafélaginu. Já, sniðt. Og merkja inn þá staði sem að er að taka þátt. Ok. Og á laugardaginn verða þessi staði sem merktir líka með bláum blöðurum sem eru merktar Borgisveit. Þannig að það ætti ekkert að fara fram hjá fólki þegar það er inn á ferðum sveitir hvaða staði er að taka þátt. Nei, nákvæmlega. Já, ég sé þetta með hérna, þannig að það verður bara, fólk gæti kíkt bara inn á Facebook og hreinlega bara prenta þetta út. Já, það er ekki vitlaust. Alls ekki vitlaust. Nei, nákvæmlega. Það er bara með sér. Og ég mitt inn á þessum viðburði að bæta einn fleiri upplýsingum. Það er ennþá að bætast í dagskrána hjá okkur, þannig að það er, hérna, bætu við þeim sem eru ekki á plakatinu, sko. Já, já. Það er að gera að kíkja inn á viðburði. Algjörlega. Það nýta sem margir Facebook í dag. Já. En gaman að heyra í þér, Steinar, og ég held að sé bara tilvalið að enda þetta samtal okkar á því að spila Eyþóringa og Júriusson fremlega góða frá því árið 2013. Já, það er bara vel við hæfi. Takk kærlega fyrir þetta og góð skemmtun helgina. Já, takk kærlega fyrir það. Já, bless. Bless. Ég hamfram gekk í villu eirðarlaus.